Já. Já, hér sjáum við heilbylgjuafriðun, það er svona afriðisbrú og með filterþétti og álagsvinnan. Þetta er bara hefðbundið eins og áður inn á 280 volt AC koma frá Búrfelli, vindinnslu hlutfall 10.1, tímalærispenna hér 23 volt, AC RMS til að finna hæðina á fjallinu, 23 volt sem er brotin á 2, 32,5 volt pík, hæðina á fjallinu hér. Hérna. Hér leiða tværdióður í einu og hvor er alltaf 0,7 volt. Hér er 0,7 volt og þessi 0,7 volt og svo leiða hinnar tvær. Þannig að það lækkar 1,4 volt. 0,7 volt pluss 0,7 volt. Þannig að spenna hér, 5 mínus 1,4 er jafnt á hæðina fjallinu hér sem er á 31,1 volt pík út. Tíðnin, þar að segja hér er hinn bylgja, 20 millisekúndur, 50 rið, eða 50 svona bylgjar á sekundu, en mínusinn flýst hingað upp, þannig hér, veltist við hérna, og hér er bara plús út, og helmiti meiri tíðni, frá því að ferð upp hér og aftur upp við 10 millisekúndur eða 100 rið. Til að finna, þar að segja spennan úr þessu stíði hér, er svona gára. Þéttirinn hleðst hér upp í þennan topp hérna, hér, og síðan hættir rafmagnið að koma, en þéttirinn tekur það við, þetta er svo herbyggi fullt af rafeindum og þær viðnámið étur af þessu herbyggi og þessu rafeindir og það lækkar spennan á þéttinum, digg, 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 kemur næsta hleðsla, hliður hann upp og svo étur það á honum hérna á þéttinum og kortlakoti. Þetta er stærri, það eru fleiri rafeindir og það er minni gára. Ef það væri sem tveir þéttar hérna hlið við hlið jafnstórir, þá væri helmingi minni gára hérna. Og til að finna, og það sem við notum hér, það er miðgildið í gárunni. Það er kallað DC út. Til að finna þá spennu, notum við þessa formúlu hér. Þetta er hvernig það hakkaði verið. 2, sem er tíðnin, sem er viðnámið, sem er þéttirinn, deilt upp í 1, lagt við 1, deilt upp í vatnpjú út hérna. Og þannig að þetta hér er svona stendur hún, þess að þetta er sem sagt, þetta er hérna, formúlan hérna, þetta hér og við reiknum að þetta tvennulagi. Tökum fyrst þetta sem er hérna rauða dottaða hérna, þetta hér, það er þetta hér. 1 hérna, deilt með svíinn, þetta hér er allt í sögunum hérna. 2 sinnum 100, þegar tíðnin er 100 hérna, 100 rið, 1200 ohm, 1,2 kW, 1200 ohm, 220 mikrofarödd, mikró er 10 í veldunni mínus 6. Og þetta rauða hér er sem sagt, er þessi tala hérna. Og þá er næsta skref, það er að taka þetta rauða, þessa tölu hérna, leggja hana hér við 1, hérna 1 hérna, og dela hann upp í töluna hér. Það er þetta hér. Og svo leggjum við þetta hérna við 1, og þá er bara 1, þetta hér, delt hérna upp í 30,5 volt fá út úr þessu. Það er hæðin hér frá nullinu upp í miðja gáruna. Þetta er ÖDC út. Þannig að þetta er nú alltaf sumt sem við gerum til þess að finna DC-gildið ef við erum með heilbylgjuafriðun, með filterþétti og álagsviðnámi. Við vitum hvoru tveggja stærðan af því. Og þá stingum við bara hérna inn í þessa formúlu hérna og reiknum þetta út. Og það er gott að gera það í tvennu lagi, þegar með ekki að gera þetta í einu lagi, þið getið ekkert mál. Takk fyrir.